Komið þið sæl, það er kunnugleg staða á veðurkortunum þessa dagana, lægð suður af landinu sem að dýpkar og skilin frá henni ganga yfir land. Þessi lægð ætlar nú að strjúka sér þarna aðeins upp með suðaustur ströndinni en það eru appelsínugular viðvaranir vegna hríðar í gildi fram á kvöld fyrir suðaustanvert landið og suðurland og svo verða gular hríðar viðvaranir í gildi fyrir norðanvert landið í nótt og á morgun. Það kemur þarna önnur lægð strax í kjölfarið en hún virðist ætla að flytjast aðeins út á leiðinni og ekki verða jafn slæm. Við sjáum vindakortið hérna, bleikulitarnir eru svona 20 til 25 metrar á sekúndu en þessi grænu eru undir 8 metrum á sekúndu. Þannig að við sjáum að svona eftir því sem að líð tekur á morgundaginn og svo á föstudag að þá lægir nú vind svona víðast hvar en það má þó áfram gera ráð fyrir einhverju hríð sérstaklega til fjalla á Austfjörðum. Og við sjáum það líka hér á úrkomukortinu að það er mikil úrkoma sem að fylgir þessari lægð og hvernig hún fer þarna með suðaustur ströndinni. Það er hríð á suðaustan og verðurlandinu og undir Eyjafjöllum. Mikil snjókoma á Austfjörðum sem að verður sena slittu á láglendi. Síðan fer lægðin þarna hægt til austurs og skilur eftir sig norðanátt og hríð á norðanverðu landinu og svo dregur smám saman úr hríðinni eftir því sem að nær dregur helgi. En í fyrramálið er hvöss norðanátt víðast hvar á landinu, það er svona sínu best veðri hérna á suðvesturhorninu, frekar bjart að litast ekki mikil úrkoma í kortunum og hiti rétt frostmark en vindurinn svona 10 til 18 metrar á sekúndu eftir því hvar við erum stödd og hvassara á sunnanverðu Snæfellsnesi. En þegar við förum til norðurs þá er talsverð snjókoma með þessu hvassviðri sem að geysar og það þýðir þá hríð og skafrenningur og í fyrramálið eru þessar gulu viðvaranir í gildi á norðvestanverðu landinu. Áttin er norðaustlæg og allvíða svona 18 til 23 metrar á sekúndu. Það eru náttúrulega einhverjir staðir sem eru í þokkalegu skjóli en hitinn er rétt undir frostmarki víðast hvar þannig að úrkoman verður alltaf á föstu formi. Ef við förum til norðausturs þá hlýnar heldur við norðaustur ströndina. Það geti verið smá slitta alveg við sjávarmál en við þurfum ekki að fara hátt upp í fjöll til að fara í snjókomuna. Það er líka hríðar viðvörun í gildi á norðaustanverðu landinu og eins og sjáum að hér að þá er ennþá talsvert hvassviðri þó að sé vissulega mun hægari vindur austan til á svæðinu heldur en til dæmis við Tröllaskaga. Og svo förum við á suðaustanvert landið. Í fyrramálið verður þessi svona mesta austanátt gengin yfir sem var í kortunum í dag en appelsínugul viðvörun rennur úr gildi klukkan 10 í kvöld. Það er sem sagt þokkalegasta veður víðast hvar á suðausturlandi á morgun og hiti rétt upp fyrir frostmark. En síðdegis á morgun þá er áfram þessi norðanátt og ekki mikla breytingar svo sem á norðanverðu landinu en það dregur áfram úr vindi suðaustan til og lægðin gengur síðan hægt til austurs aðra nótt og þá dregur jafnframt úr bæði ofankominni og vindinum. Og við sjáum hérna hvernig útlitið virðist ætla að vera á föstudag klukkan 15 þá er ennþá einhver éljagangur greinilega við norður ströndina, getur alveg leitað svolítið langt inn á land, sérstaklega norðan til og eins á Vestfjörðum en það er líka smá skil hérna frá næstu lægð sem ætla að vera upp fyrir suðaustur ströndin og ekkert ólíklegt að það komi einhver smá úrkoma á suðausturland svona allavega síðla dags á föstudag en það ætti þó ekki verið þannig að það verði mikið hríðarkóf úr. Á laugardaga síðan áfram svipað veður, éljaloftið gæti náð heldur lengra en á landið og það kólnar og þá geta élin orðið heldur efnismeiri sérstaklega við norðurströndina. Áttin verður aðeins vestlægari hér á suðvestanverðu landinu en allvíða svona 8 til 15 metrar á sekúndu. Það er heldur skárra veðrið á sunnudag þó áfram éljagangur við norðurströndina. Gæti fallið einhver snjókorn hérna við suðurströndina og frystir í flestum landshlutum. En á morgun er semst útlit fyrir hvassa norðanátt. Það er appelsínugul viðvörun vegna hríðar í gildi núna í kvöld á suðausturlandi og suðurlandi til klukkan 10 og síðan taka gular viðvaranir við en gular hríðar viðvaranir verða í gildi á morgun alveg fram eftir degi á norðanverðu landinu og að gera fara varlega og skoða til dæmis hvernig ástand vega er hjá Vegagerðinni. Verið sæl.